Veist þú eitthvað tungumál sem hefur svo til ekkert breyst síðustu 10 aldir? Íslenska er eitt þeirra. Það að mestu því að þakka að Ísland eyja sem staðsett í Norður-Atlantshafi. Íslenska á rætur sínar að rekja til norrænu. Tungumáls sem notað var á Norðurlöndunum og barst til Íslands með fyrstu landnemunum á 10. öld. 5 norðurgermönsk tungumál eiga sameiginlegan uppruna í norrænu. Gagnkvæmur málskilningur ríkir á milli 3 þeirra, norsku, dönsku og sænsku. En íslenska og færeyska eru þau sem líkjast norrænu mest í dag. Íslenska er opinbert tungumál Íslands og hana tala 330.000 manns. Íslensk málfræði er mjög hrein og bein. Til dæmis engin óákveðin greinir í íslensku, eins og a eða an í ensku. Auk þess eru einungis 2 tíðir í málinu, nútíð og þátíð. Aðrar tíðir eru myndaðar með hjálparsögnum. Ef íslenskan væri nafn, þá væri hún skírnarnafn. Á íslensku er fólk yfirleitt ávarpað með skírnarnafni. Eftirnöfn eru sjaldan notuð og titlar nánast aldrei. Hvernig tengist veðurfarið hlýju fólksins? Nú, einfaldlega vegna þess að veðursins er notið innandyra. Orðið gluggaveður skýrir þetta ástand hvað best. Veður getur verið dásamlegt á að líta, en ekki dásamlegt að upplifa á eigin skinni. Ef íslenska væri listgrein, væri hún bókmenntir. Höfuðborg Íslands, Reykjavík, er bókmenntaborg UNESCO vegna hlutverks hennar sem menningarmiðstöð. Borgin hýsir miðaldabókmenntir eins og Íslendingasögurnar og Snorra-Eddu og verðlaunahöfunda eins og Kristínu Steinsdóttur barnabókahöfund. Og mig, Halldór Laxness. Ef þú þekkir mig ekki, þá er ég rithöfundur sem vann Nóbelsverðlaunin fyrir bókmenntir árið 1955. Í Reykjavík er einnig Vigdísarstofnun, alþjóðleg miðstöð tungumála og menningar. Í miðstöðinni er stuðlað að fjöldingi og varðveitingu tungumála heimsins. Vigdís Finnbogadóttir var fyrsta konan í heiminum til að hljóta lýðræðislega kosningu sem þjóðhöfðingi, en hún varð forseti Íslands árið 1980. Þá var hún velgjörðarsendiherra UNESCO fyrir tungumál og hún opnaði miðstöð þeirra fyrir tungumál árið 2017. Að vera rithöfundur er mikilsvirt starf á Íslandi og vinsælt áhugamál. Einn af hverjum 10 Íslendingum gefur út bók á lífsleiðinni. Nokkuð sem hefur getið að sér orðatiltækið að ganga með bók í maganum, sem merkir að flest eiga sér draum að gefa út bók. Þetta eru nokkrar af mörgum ástæðum þess að þú munt elska að læra íslensku.